There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Þann 27. apríl 1986 fór fram öryggistilraun við sovjerska kjarnorkuverið í Tjernobyl. Þessi hefðbundna tilraun hafði verið framkvæmd áður fyrr og var meginmarkmið hennar að athuga hvort túrbínur kjarnorkuversins gætu haldið áfram að dæla kælivökva ef rafmagni myndi skyndilega slá út. Slysið sem myndi eiga sér stað við þetta kjarnorkuver byrjaði í raun mörgum árum á undan. Nýlega hafi verið birt leyniskjöl frá kommúnistaflokk Sovétríkjanna þar sem bent var á að frá árunum 1979 til 1986 höfðu yfirvöld margsinnis hundsað viðvaranir hönnunargalla á kjarnorkuveri Tjernobyl. Forstjóri kjarnorkuversins, Viktor Brúkanov, vildi flýta fyrir byggingaraðgerðum á kjarnaofn 4 og koma honum í gang á undan áætlun. Ef það stæðist myndi bæði hann og flokksmenn hans hagnast á verulegum bónusgreiðslum frá stjórnvöldum. Öryggi var ekki forgangsatriði. Tilraunin fór þannig fram að starfsmenn byrja á því að lækka orkuinntak versins niður í 25%, en í stað þess að haldast við þá prósentu hríðféll inntakið niður í 1%. Þegar reynt var síðan að hækka orkuinntakið á ný sveiflaðist það upp í 100% sem var til þess að neyðarkerfi kjarnorkuversins eyðilagðist. Kjarnaofn 4 fékk ekki lengur þá kælingu sem hann þurfti og breyttist í tikkandi tímasprengju. Á einu tímabili var gufan svo mikil að járnstangir sem sátu efst á ofninum og vógu 1,5 tonn á þyngd byrjuðu að skoppa upp og niður. Á endanum varð hitinn svo mikill að kjarnaofnin sjálfur sprakk undir álaginu. Sprengingin reif sig einnig í gegnum 1000 tonna þak og þegar súrefni byrjaði að leka inn í ofnin var risastór efnasprenging sem dreifði banvænni geislavirkni út í andrúmsloftið. Slysið við Tjernobyl myndi reynast versta kjarnorkuslys mannkynssögunnar. 31 létustu kjarnorkuveri sjálft og á næstu vikum, mánuðum og árum myndu fleiri þúsund manns deyja úr geislaeitrun. Dreifingin var svo víð að mælingar á Norðurlöndunum fóru meira að segja að finna fyrir hækkun á geislavirkni. Sú hefð stjórnvalda að hylja yfir slík slys og láta almenning ekki vita af hættuástandinu var ekki lengur gerleg. Spítalinn í nærliggjandi borginni Pripyat fylltist af íbúum sem kvörtuðu undan hausverkum, ælupestum og öðrum geislatengdum veikindum. Klukkan 2 á eftirmiðdegi þann 27. apríl, eða rúmlega 36 klukkustundum eftir að sprengingin átti sér stað, var öllum íbúum í Pripyat og nærliggjandi bæjum skipað að yfirgefa heimili sín. Þeir 53.000 íbúar sem fylltu rúturnar frá Kiev var sagt að brottflutningurinn myndi aðeins standa yfir í 3 daga. Enginn þeirra vissi að þau myndi aldrei sjá heimili sín á ný.